Rúta valt á Kjalarnesi og björgunarsveitir hafa staðið í ströngu við að aðstoða ferðalanga og bregðast við foktjóni. Enn eitt óveðrið gengur yfir landið og mikil röskun hefur orðið á samgöngum. Hvorki Íranar né Bandaríkjastjórn samþykkja tillögur 45 daga vopnahlé og opnun Hormússunds sem milligöngumenn kynntu í nótt. Donald Trump segir Bandaríkjaher geta þurrkað Íran út á einni nóttu. Fyrrverandi prófessor í íslenskum fræðum segir Íslendinga almennt halda í hefðirnar þegar kemur að nafngiftum nýbura. Nöfnin Birnir og Matthildur voru vinsælust í fyrra. Og 10 ára strákur í Kópavogi safnaði sér fyrir þrívíddarprentara og hefur varla undan við að afgreiða pantanir á hólkum undir peningagjafir. Örugglega meira en svona 106 pantanir. Komiði sæl. Vonsku veður hefur geisað á sunnan- og vestanverðu landinu í dag og tíma voru allar leiðir til og frá höfuðborgarsvæðinu ófærar. Magnús Geir Eyjólfsson, þú hefur fylgst með færðinni í dag. Hver er staðan núna? Já, ég get alltaf sagt þér að það er ennþá bölva leiðinda veður og fátt sem minnir á vorið þótt að sé komið langleiðina inn í apríl. En núna rétt fyrir fréttir þá dró til tíðinda allavega í færðinni því að þá yfirgaf björgunarsveitarfólk lokunarpóstinn hér fyrir aftan mig og því það hefur tekist að opna veginn Þrengsli. Það gerðist núna bara seint á 7. tímanum. Það er ennþá verið að vinna á fullu upp á Hellisheiði. Það er búið að vera svona bras, snjóruðningstæki festist og fleira en svona samkvæmt okkar nýjustu upplýsingum þá er stefnt á að opna þann veg svona milli 8 og 9 í kvöld en við þurfum bara að sjá hvað gerist þar. Það er jú fleiri vegir lokaðir, Holtavörðuheiði lokuð, Öxnadalsheiði sem og vegurinn frá Markaflauti alla leið austur að Öræfi og svo er líka bara ennþá leiðinda veður og það er óvissustig á mörgum vegum og það er að þeir geta lokað með töluvert skömmum fyrirvara þannig að bara gullna reglan er sú að skoða alltaf færðina vel áður að lagt er í hann. Á venjulegum degi innan páskum þá væri bíl við bíl langt upp á heiði en svona við það að það fóru 17.000 bílar yfir heiðina í gær þá má ætla að flestir ferðalangar séu nú komnir til síns heima en við skulum sjá hvernig dagurinn hefur gengið fyrir sig. Vegum út frá höfuðborgarsvæðinu var lokað einum af öðrum eftir því sem leið á morguninn. Hellisheiði var lokað laust eftir klukkan 10 eftir að fjöldi bíla lenti í vandræðum þar og í Kömbunum. Fjölmörgum sem höfðu ætla yfir heiðina eða Þrengslin var snúið við. Við höfum séð einhverja bíla vera þarna lauma sér í gegnum lokunina. Hvernig fer fyrir þeim? Þeir eftir að festa sig. Ég er búinn að vera hér að loka í smáðust tíma og þá er fljótt að skafa í sköfl og þeir verða bara fastir sko. Þeir komast ekki í gegnum það. Eru farin að myndast stóri skaflar? Já, þetta myndast hraðar en við getum skafið það sko. Reykjanesbraut var lokað skammarhríð í morgun en var opnuð aftur rétt fyrir hádegi. Í brottfararsalnum í Leifsstöð biðu ferðalangar örlaga sinna. Öllu flugi til og frá landinu síðdegis var aflýst og hafði það áhrif á ferðir 9.000 farþega. Þeir farþegar sem fréttastofa ræddi við Leifsstöð sýndu ástandinu mismikinn skilning. I'm so angry because I need to work tomorrow. My boss waiting for me. And so I need to stay here 1 week more because there is only one flight per week with Iceland Air. So I don't know because it's my first time in Iceland. I have enjoyed my trip. It was very beautiful and I don't know what I need to do now. Nemendur frá Englandi sem voru hér í skólaferðalagi tóku ástandinu af öllu meiri ró og styttu krakkarnir sér stundir með því að grípa í spil. We've got 50 students here all doing their GCSEs over in England. So when do you hope to get back home? I hope to get back tomorrow, but we'll see how the weather goes. I mean, we're pretty safe with everything that's going on, so can't complain massively. Björgunarsveitir á sunnan- og vestanverðu landinu hafa haft í næg að snúast í dag. Bíll fauk á hliðina undir Hafnarfjalli, aðstoða þurfti ferðalanga víðsvegar af Suðurlandi til byggða og í Vestmannaeyjum komu björgunarsveitarmenn í veg fyrir foktjón. Veginum Kjalarnes og undir Hafnarfjalli var lokað tíma í morgun en þeir svo opnaðir aftur skömmu eftir hádegi.
Vindstyrkur fór upp fyrir 40 metra á sekundu í Kviðum, bæði við Blikdalsá og undir Hafnarfjalli. Það hefur verið gríðarlega hvasst hérna á Kjalarnesi í dag og þó nokkrir lenti í vandræðum. Þessi rúta hér fauk út af, 3 voru borð og komist allir út af sjálfstæðum. Vegirnir eru á óvissustigi og þeim geti verið lokað með skömmum fyrirvara. Fólk beðið að vera ekki á ferðinni að ástæðulausu fyrir en versta veðrið gengur yfir. Hrafn Guðmundsson, hvenær á versta veðrið svona að ganga niður? Þetta er nú svona að batna hérna sunnan til. Það er nú ennþá samt í gildi appelsínugular viðvaranir hér á suðurhelmingi landsins. En skilin að skríða yfir suðvesturhornið og það svona fyrir að snúast í meira í sunnanátt en það verður samt áfram svolítið hvass vindur. En við tekum svona skúrakendarloft. En fyrir norðan að þá gengur þetta austan hríðarviður yfir í kvöld og nótt. Þannig að það verða hríðarviðvaranir í gildi þar fram yfir miðnætti og versnar mikið á fjallvegum þar á norður- og austurlandi. Það verður stór hríð líklegast á austurlandi fram yfir miðnætti. En síðan tekum við svona sunnan allhvass eða hvass vindur og svona talsveit mildara loft, alveg tekist af hitatölu kannski fyrir norðan, en þetta eru svolítið svona kröftigir skúrir. En svo má nefna að það komi núna eldingaviðvörun gul á suðvesturhornið núna bara þessa stundina. Það er mikið eldingaviður í þessum skúraklökkum, þeir eru mjög öflugir við suðurströndina núna og yfir Reykjanesið. Þannig að getum orðið vör við eitthvað trumuveður í kvöld, allavega svona fram á kvöldi. En hvernig er svo framhaldið? Mikill snjór eins og til og með seinni í höfuðborginu og víðar á landi, fer ekkert að koma á vor? Já, það hlýtur að styttast í það, en það er núna að hlýna svolítið, þannig að það rætist eitthvað úr þessu og tekur upp snjó, heilmikið snjó, annarlega mikill snjó fyrir norðan, þannig að það tekur tíma, en það er allavega nógu hlýtt þess að þetta verði kannski vorlegra svona saman. Það er góð tíðindi. Hrafn Guðmundsson, þú ferð betur yfir þetta hér á eftir. Það er rétt að minna fólk á að fylgjast vel með vegalokunum sem geta breyst ansi ört. Það má sjá á umferðin.is og svo er þjónustusími Vegagerðarinnar opinn til 22 í kvöld í síma 1777. Þá skulum við fara í annað. Stjórnvöld í Íran fallast ekki á vopnahlésstillögur sem samningamenn kynntu þeim og stjórnvöldum í Bandaríkjunum í nótt. Tillögurnar eru sagðar hafa kveðið á tafarlaust 45 daga vopnahlé og opnun Hormúzsunds. Að því loknu áttu svo setjast við samningaborðið og ræða önnur atriði. Íranar gera gagntilboð og segjast ekki vilja tímabundið vopnahlé heldur varanleg stríðslok. Donald Trump Bandaríkjaforseti hafnaði tillögunum líka og sagði þær þýðingamiklar en ekki nógu góðar. Jafnframt segir Trump að viðræðurnar séu að þokast í rétta átt en að Bandaríkjaher geti þurrkað allt Íran út á einni nóttu. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Áfram með þetta, ríflega 20 voru drepnir í árásum á Íran í dag og minnst 4 í árás á borgina Haifa í Ísrael. Björgunarsveitir hafa þegar fundið 4 sem voru drepnir, 2 konur og 2 karla úr sömu fjölskyldu. Óttast að fleiri finnist látnir í húsarústunum. Íbúar í Haifa eru óttaslegnir. כל דבר משגע אותי. זה מרגיש לא נעים, זה נורא, אבל חייבים להמשיך הלאה ולא נפסיק עד שלא נסיר את האיומים האלה שיש עלינו. Í Íran voru minnst 2 hershöfðingjar drepnir í árás Ísraels hers á gasvinnslustöð. Minnst 15 voru drepnir í árás á bæ suðvestur af Teheran og nokkrir til viðbótar voru drepnir í árásum víðsvegar landið, mikið til almennir borgarar. Hér sjást rústir Sharif tækniháskólans í Teheran. This is a purely academic institution and we are doing just research, teaching. Í Líbanon héldu Ísraelar árásum sínum áfram í dag. Þar hafa 1400 verið drepnir síðan stríðið hófst. Upp úr þessum rústum voru 5 lík grafin, þar á meðal lík 15 ára stúlku. Yfir í annað, bresk stjórnvöld kanna hvort tónlistarmanninum Kanye West verði meinað að koma inn í landið. West, sem gengur undir nafninu Ye, á að koma fram á tónlistarhátíð í Lundúnum í sumar, en skipuleggjendur eru undir auknum þrýstingi að afbóka hann. Gosdrykkjaframleiðandinn Pepsi, sem var aðal bakhjarl hátíðarinnar, hefur meðal annars dregið sig úr því samstarfi. West hefur meðal annars lýst yfir gyðingaandúð og hrifningu á nasisma,
en hann baðst afsökunar á þeim ummælum sínum í janúar. Hann kenndi geðsjúkdómi og heilaskemmdum hegðun sína og orðfæri. Íbúar í hverfinu Finsbury Park, þar sem hátíðin Wireless verður haldin, segjast skilja að fólk sé ósátt með ákvörðunina. Yeah, I'm not surprised that some people might have different opinions about it. I liked him as a kid growing up before he was how he is now. But I can understand if some people don't really agree with him being a headline for Wireless. I guess it's a shame that a festival of such big renown has got someone like that, and I guess doesn't have the morals to maybe vet their candidates or prioritise that kind of stuff over musical popularity. I mean, I don't really like him as an artist, particularly, no. And it's also, I don't really like doing headliners, like the same headliner for 3 days. It's kind of a waste of people's time. But I know he has said some horrendous things, so he shouldn't really be headlining a major festival at all, no. Fyrir rétt rúmri klukkustund ferðuðust geimfarar í Artemis leiðangrunum lengra út í geim en nokkur annar maður hefur farið. Orion geimfarið á leið í kringum tunglið og rétt fyrir klukkan 11 í kvöld ferðað handan tunglsins og þá rofna öll samskipti við stjórnstöðuna í Houston í 40 mínútur. Geimfararnir 4 verða ríflega 400.000 kílómetra frá jörðu og eins og sjáum á hér eru þeir rétt ókomnir að tunglinu. Þegar þeir fara næství mun tunglið sýnast þeim eins og körfubolti sem haldið á eina armslengd í burtu. Fylgjast má með fluginu kringum mánan í beinni útsendingu á ruf.is. Hingað heim 250 eiginnöfn hafa bæst við mannanafnaskrá á síðustu 2 árum og hafa aldrei verið fleiri á svo skömmum tíma. Fyrirverandi prófessor í íslenskum fræðum segir að þrátt fyrir tískubylgjur haldi Íslendingar gjarnan í hefðirnar í nafngiftum nýbura. Á hverju ári gefur Þjóðskrá út lista yfir vinsælustu eiginnöfnin á Íslandi. Í fyrra voru það nöfnin Birnir og Matthildur sem báru höfuð og herðar yfir önnur fyrstu eiginnöfn nýbura, en 34 stúlkur fengu nafnið Matthildur og 33 drengir nafnið Birnir. En hvaðan koma þessi nöfn og hvað útskýrir vinsældir þeirra? Ég ímynda mér að Birnir sé sótt í rapparann eða tónlistarmannin sem mun vera mjög vinsæll. Ég var nú að fletta því upp en ég ekki svo mikið að hlusta á rapp. En Matthildur, ég ímynda mér að það geti verið ný útgáfa af sögu Róalds Dahl sem mjög skemmtileg og að koma út í nýrri útgáfu 2023. Og þá hefur þetta lifnað aftur. Færst hafi í aukana að foreldrar sæki innblástur í dægurmenningu og bókmenntir og því megi greina ákveðna tískustrauma frá ári til árs. Guðrún segir að þrátt fyrir það séu Íslendingar mjög gjarnir á að halda í hefðirnar. Það mikil tilhneiging að gefa nöfn í fjölskyldunni. Það eiginlega mest þannig að taka þá nöfn annarkot pappa og mömmu eða af og ömmu eða annara ættingja og búa til úr því ný nöfn, því að mann vilja mjög gjarnan ný nöfn. En svo líka önnur tilhneiging núna og það að fara í gamlar bókmenntir eins og Snorra-Eddu og finna þar nöfn sem hafa aldrei verið notuð. Ef litið á listan yfir algengustu nöfnin hér á landi má sjá að hefðbundin íslensk nöfn verma öll sæti og Jón og Guðrún tróna á toppnum. Og það eru bara svo óskaplega margir sem að heita þessum rótgrónu nöfnum og ef þú vilt gefa nöfn úr fjölskyldunni, það ekki nema sá síður kannski leggist af að gefa fjölskyldunöfn. En meðan hann í fullu gangi þá held ég að það verði ekki mikla breytingar. Fyrrverandi forseti Brasilíu einn þeirra sem nýta sér úrræði sem stendur brasilískum föngum til boða því þeir geta stytt fangelsisvist sína með bókalestri. Nosso objetivo, o que, vamos dizer assim, funda a nossa ação é garantir esse direito. Primeiro, o direito a remir a pena pela leitura, a participar desse processo, desse projeto. E o segundo é pensar, de fato, o acesso à literatura, A gente muito se inspira no Antônio Cândido quando ele fala da literatura como direito humano. Fangar sem skrá sig til leiks í verkefnið og eru duglegir að lesa geta stytt fangelsisvist sína í annan endan í allt að 48 daga á ári.
tugir þúsunda alla Brasilíu nýta sér úrræðið. Ein þeirra ein rúmlega 30 Emily Del Souza. Para mim é muito bom, né? Porque ajuda não só a passar o tempo, mas é uma fuga também, né? De sair pouco desse ambiente, pensar em outras coisas, em outras histórias de outras pessoas que não seja a minha. Para mim é muito bom participar desse projeto, além da remissão também, que ajuda a gente a ir embora logo, né, daqui. Lestrarátakinu var ýtt úr vör 2012 og varð formlega hluti af öllum fangelsum í Brasilíu 9 árum síðar. Verkefnið fékk enn meiri athygli þegar Hæstiréttur landsins heimilaði fyrrverandi forsetanum Jair Bolsonaro þátttöku eftir að hann var dæmdur fyrir tilraun til valdaráns. Bolsonaro þarf þó að halda vel á spöðunum þegar bækurnar annars vegar því hann afplánar 27 ára dóm. Enquanto Estado, eu acho que quando a gente fomenta a educação, a atividade lúdica, o conhecimento, a gente devolve para a sociedade alguém que está apto a se reconectar, cumprindo regras sim, pagando por aquilo que ela fez sim, mas não como lei de talião, como Estado democrático de direito. 10 ára strákur úr Kópavogi hefur undanfarið selt þrívíddarprentaða hólka undir peningagjafir. Eftir að hafa selt leikjatölvuna sína og leikföng til að kaupa sér þrívíddarprentara safnar hann nú fyrir öðrum. Það leit út fyrir að vera svo skemmtilegt. Þannig ég safnaði mér upp í prentara og seldi fullt af dóti. Keypti mér og hann bara mjög skemmtilegur. Og foreldrar hans, þau Sigurður og Sigrún, segja að þrívíddarprentarinn hafi verið í gangi nærri því allan sólarhringinn síðan Kári eignaðist hann í janúar. Kári hefur prentað alls konar fígúrur og leikföng og segir það einna skemmtilegast að fylgjast með ferlinu. Hann hefur líka búið til karla sem hann nota til að búa til svokallaðar hikmyndir sem á ensku kallast stop motion. Það eiginlega hægt að búa til hvað sem og þegar mamma Kára sagði honum frá vandamál í hesthúsinu, tók Kári til sinna ráða. Þau voru alltaf í hesthúsinu að hella niður kókflösku og þannig. Og mamma mín sagði mér það og ég prentaði svona haldara þar sem maður getur fest á vegginn. Setur bara skrúfur í gegnum 2 gött og þá bara haldari og þá getur sett kókflöskuna og það ekki hægt að fræfa það. Þegar Kári fekk prentaran gerði hann nefnilega samkomulag við foreldra sína að hann myndi sjálfur safna fyrir og kaupa prentefni. Eftir að Kári hafði prentað hólka undir peningagjafir á þeim árstíma sem flestir á leið í fermingar var ákveðið að auglýsa þá til sölu á Facebook. Hver hólkur líka þrautlítið völundarhús sem þarf að leysa til að opna og loka og það stóð ekki á viðbröðunum. Örugglega meira en svona 106 pantanir. Og hvað ætlar að gera við peningi svo fær fyrir að selja hólkana? Ég var að hugsa að kaupa mér meira filament fyrst, en núna ég að hugsa að kaupa annan prentara. Og eiga 2? Já. En svo framtíðina fyrir sér. Þá skulum við kíkja á hvað verður í íþróttum í kvöld. Það var mikið að vera í bikarkeppni karla í fótbolta í dag þegar 5 leikir fóru fram í 32 liða úrslitum. Vítakeppni, sigurmarki uppbótartíma og margt fleira. Það verða 8 leikir í báðum rimmum undanúrslita Íslandsmóts kvenna í blaki. HK og Völsungur jöfnuðu metin gegn Aftureldingu og KA í dag. Og úrslitakeppnirnar í handbolta og körfubolta halda áfram í kvöld. Íþróttir eftir andartak. Rifjum þá upp helstu atriði þessa fréttatíma. Rúta valt á Kjalarnesi og björgunarsveitir hafa staðið í ströngu við að aðstoða ferðalanga og bregðast við foktjóni. Enn eitt óveðrið gengur yfir landið og mikil röskun hefur orðið á samgöngum. Hvorki Íranar né Bandaríkjastjórn samþykkja tillögur 45 daga vopnahlé og opnun Hormússunds sem milligöngumenn kynntu í nótt. Donald Trump segir Bandaríkjaher geta þurrkað Íran út á einni nóttu. Fyrrverandi prófessor í íslenskum fræðum segir Íslendinga almennt halda í hefðirnar þegar kemur að nafngiftum nýbura. Nöfnin Birnir og Matthildur voru vinsælust í fyrra. Þá kom að lokum hjá okkur í kvöld. Við kveðjum ykkur að þessu sinni með myndum sem Kristófer Óli Birgisson tók fyrir skemmstu í Mývatnssveit. Takk fyrir samfylgdina yfir páskahátíðina. Verið sæl.